Hvað gerir maður á degi eins og í dag þegar kennarar fá þau skilaboð þeir með eiginlega éta það sem úti frýs? Já, ég get sagt ykkur hvað ég gerði. Ég kíkti í tölvuna og fór að kíkja þess á starfsferilinn minn. Hann lítur bara ágætlega út. Ég hef starfað sem kennari vel yfir 20 ár, verið í 20 ár í sama skólanum, ákveðin svona festa þar. Komið að alls konar þróunarverkefnum á þeim tíma og leitt mörg þeirra. Byggt upp til dæmis myndbanda sem þekkt all land. Ég hef líka starfað mörg önnur störf, því að þann tíma sem ég hef starfað sem kennari hefur aldrei verið hægt að lifa eingöngu af kennaralaunum. Þannig að ég hef starfað við fullorðinsfræðslu, ég vinni sem rútubílstjóri, búið til námskeið, ég er leiðsögumaður til rúmlega 20 ára. Ég hef alls konar reynslu. Þannig að ef að þetta verður til þess að ég þarf að leita mér á öðrum starfsvettvangi, því að ég hef í raun ákveðið, ég ætla ekki að láta bjóða mér mikið meiri þvælu, að þá er ég ekki hræddur við að sækja aðra vinnu. Ég bjarga mér alltaf, hef alltaf gert. Það sem ég hef svo áhyggjur af eru skólarnir. Fólk á Íslandi þarf að átta sig á því að við erum komin á mjög vondan stað. Þetta snýst ekki hvort að kennarar eru svona eða svona mikið í fríi, vinna svona eða svona langa vinnudag. Þetta snýst erum við með fagfólk í skólanum okkar eða ekki. Það virðist vera draumur einhverja að losna bara við kennarana svo það sé að borga fólki minna fyrir að kenna börnum og þá sé að spara peninga. Ég ætla ekki að taka þátt í því. En hvað ætlið þið að gera? Þið getið haft samband við kjörna fulltrúa í ykkar sveitarfélagi og eru þau með í þessu. Bara fáið að vita það. Ég ætla allavega ekki að láta bjóða mér mikið meir.